Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Já, við erum komin í samband út í Svíþjóð og það er hann Viðar Örn Kjartansson, já, markamaskína leikmaður Malmö sem er á toppnum í Svíþjóð. Komdu blessaður og sæll, hefði ekki? Sæll, veistu. Hvernig hefur það? Herðu, ég hef bara mjög gott en þó. Ég er bara ljómandi góður með við allan svona stöðumála hjá þér í Svíþjóð. Þá eru liðið þitt á toppnum og þú markaðistur. Já, það er alltaf að byggja betur en það, sko. Það er svona kannski ákveði markmið fyrir tímabili að skora mikið af mörkum og liðið sér eins og það hættir og nú er á toppnum og ég er markaðistur og þannig að já, maður getur sett að maður er frekar sattur með stöðumála. Hvernig er svona stemningin hérna í Svíþjóð? Nú hefur spilað í Noregi og núna síðast Kína og það er ekki svolítið viðbrigði að fara svona á milli? Jó, það er það, sko. Það er rosalega misvægt á milli landa og en Svíþjóð það er svona svolítið sér á báti á þessu löndum að það er rosalega mikið stemning á leikjunum og fleiri sem mæta, kannski ekki alveg fleiri en í Kína mættin, en það er alveg 20-30 mann sem mæta á vellina og það er því glæti, sko. Það er svona meiri stemning heldur en í Noregi allavega og það er bara rosalega gaman að vera að spila þannig leik í þannig stemningu, sko. Það er alveg svakalega gaman. Þannig að það er sungið sem mikið á þessum leikjum? Já, það er allt bara alveg klikkaði, sko. Útistuðningsmenn er alveg mjög háværir og sem og heimastuðningsmennir og eins og bara leikjum á okkur, það er alveg þvílík stemning og gaman að spila þessa leiki, sko. En þú ert eða ekki búin að fá þá nokkra Íslendinga hérna að fylgjast með þér hérna úti í heimsókn? Jú, það er svolítið möst og það er náttúrulega svo stutt, en það er náttúrulega bara fluti köpen og 20 minnur yfir einhverja dásanlega brú hérna og þá áttu mættur. Ég fengi nokkra félaginga og fjölskyldu og vin og kunningi og það er bara búið að vera alveg magna að hafa með manni og gaman, sko. En svona deildin í Svíþjóð, er hún sterkar enn til dæmis í Noregi eða eitthvað svoleiðis? Já, ég held það nú. Ég held það nú sem kannski sterkari svona að þetta eitthvað, lærum það að byrja þetta saman. Ef maður fyrir að byrja saman bara deildinir hérna og kannski í Evrópu, þá það er erfitt að, svona fyrir utan kannski það er allra sterkast, það er rosalega erfitt að þetta er svo mismunandi deildir eitthvað og mismunandi mörg liðin, það er kannski, þú veist, 2-3 lið hérna sem getur spilað í mjög sterkum deildum og slíkt, en þannig að svona kannski að heildina kannski aðeins sterkari svona bestu liðin en í Noregi, þetta norska deildi sé mjög fín og mjög fín lið þar, en það er svona kannski, já, það er svona svolítið svona erfitt kannski að bera það saman, alltaf svo, þetta er svona kannski að rúsi fótbolli líka. En já, það ekki þú, það ekki skiptir skó reglulega eða ert alltaf í sömu markaskónum, þú skiptir út? Reyndar ég hef alltaf verið duglegur að skipta út, sko, og maður alltaf skipta mikið út, en það er ákveðnir skór sem að mér finnst þetta mér svaka vel sem ég er búin að vera mikið í og þeir eru appi svona gullu á litin, ég er búin að vera að mikið í þessu tímabilið því að þeir hafa verið að gefa ágætlega frá sér, ég er búin að vera svolítið mikið í þeim, annars sem að var að skipta bara svona mánaða fresti, sko. Þessir ég verð að sýna þeim svolítið tröst og halda frá með spili, en það er búin að góðið undafæri. Já. En já, þú væntar að fylgjast með hvað er að gerast hjá félagunum í boltanum og já, nú er Jón Daði, hann er bara komin í ensku deildina þarna? Já, það var nú bara nánast nýkomin til Þýskaland sem var komin aftur til Englands, alltaf ég sé að spila vel að sumar eins og lið og þá náttúrulega kom alltaf liðin í myndin og hann fekk múvi í flottan klúbb í Englandi og lið sem hefur alveg verið í ensku úrvalsdeildinni nokkur sinnum og svoleiðis og nærilega flugstarti með þeim alveg og skoraði þetta leik, en það er gaman að sjá félagi sinn og standa þessi svona vel og vonandi hann bara heldur því áfram, allavega hann er perfekt start og
maður umferðina, ef maður í liði umferðina eitthvað svoleiðis. Þetta alveg glæsilegt fyrir hann og það gaman að fylgjast á. Þá aftur að Svíþjóð, hérna, já, þegar þú komst þarna, það var sett svolítið svona press á þig í byrjun að þú varst ekki að skora í fyrstu leikjunum, já, spilað þú betur undir pressu? Já, ég gerir það svo sem og hérna, já, ég segi ekki, maður komið í byrjun, þetta náttúrulega Malmö langt stærsti klúbbur hérna í Svíþjóð og svona eru hérna eigið kannski mest í leikmenn og svoleiðis og ég kannski kem hérna fyrir alveg ágætið svona upphæð á svenska mælikvarða og hérna þá byggust menn við því að ég myndi og vitandi það að ég var markahæstur í Noregi þá byggust menn við því að ég myndi skora bara þrennu bara í fyrra áleik og hérna ég gerði það nú ekki, ég nú bara kannski ég hef svo aðri fótboltum, það var tíma til að komast inn í systemi og spildina og hérna inn í lið og skoraði ekki fyrstu þeim umferðinum og það var svona maður fekk ekki beint þann stuðning sem maður var að vorast eftir og hérna bara menn voru bara dónalegir við mann og hérna alls konar svoleiðis og ég svo sem gat voru lítið annað gert heldur en að ríða mig bara í gang og fara að spila betur, ég var svona ekkert að spila illa, ég var bara ekki nóg að skora og liðið var ekki að skora mikið að mörkum og við gekk frekar brössulega í byrjun og töpum fyrstu tveimur og gerum 1-1 að 5, það er ekki ásættilegt hérna og svo þegar liðið fór að spila betur þá fór ég að gera það og hérna maður kannski var ekki beint í sínu besta formi byrjun tímabil svona á þess að vita af því og þannig að það bara að leggja sig fram ekstra og þá náttúrulega kemur árangurinn og maður búinn að spila vel undanfari sem og lið og það náttúrulega bara alveg dásanlegt og kannski þegar maður komið með sjálfstrust þá breytist allt fyrir fram sjálfstrust bara svo súrefni sko. En já, ef maður fer í gegnum eins og með knattspyrnu fyrir þinn þá ertu búin að eiga fín svona mitt síðustu 5 tímabil en á undan því það er kannski ekki allir almenn hlustandi sem veita því að já, þú þurftir eða ekki að heldur betur að hafa fyrir því að rífa það upp úr meiðslum og þegar þú varst ungur leikmaður? Jó, ég sleit krossband sem nú kannski ekki skemmtilegt sem knattspyrnu maður getur vent í og Og hvað varstu þá gamall? Ég var 19 ára gamall þá og það er nú með fótboltana sumir kannski eru konur á bara búin að þroskast alveg sem leikmenn eru kannski bara 18 ára en ég kannski tók með þess mér tíma og maður kannski fattaði ekki alveg hvað maður þurfti að gera til þess að vera svona spila á háu leveli og svo kemur það á svona versta tíma þegar maður held að maður væri að fara að sýra heiminn að maður slítur korsband og þá kemur smá skellur á mann allan og þá þarf maður að byrja svolítið upp á nýtt og þá 19 ára var ég meiddur í 1 ár og næ hálfu tímabili 20 ára og það er náttúrulega það fer svolítið þessi aldur frá manni því að því yngri sem og eftir mjög spennandi eftir þessi leikmaður og það er ekki fyrir 21 sem ég næ svona mínu fyrsta almennilega góða tímabili meistarlóki fyrir þetta kannski að ég var 18 ára þegar ég var bara þegar maður var kannski bara ungur og efnilegur ekkert meira það og fyrsta svona alvöru tímabili sem við komumst upp með Selfoss og svo tekum við 2 tímabili á Íslandi eftir það sem maður þarf og Íslandi eftir bara sem fram að skora mörk og leggja hart að þér og þetta árlega bara þegar ég fer út á 23 ára og það er svo sem alveg menn að fara fyrr heldur en það, þannig að ég er í seinni bylgjunni, þú varst ekki að fara út mikið eldur en þetta frá Íslandi, en ég sé ekki mikið eftir í dag og lagt svona mikið á mig á þessum tímabili, sérstaklega þetta tímabili hjá Fylki, því ég var, þegar var ég orðin kannski 25 á Íslandi, þá það er erfiðara að komast út, því að frá Íslandi á þessum tíma og þurftur að gera talsveit meira heldur en í dag því að íslensk knattspyrna var miklu stærri heldur en nú var bara fyrir 3 árum síðan með eitthvað í landsliðið gert og fleira og þetta er að fara á reynslu og fleiri hluti en þetta var ekki alltaf bara að dansa á rósum sko, það var maður að segja sko. En já, hvernig er tilfinningin núna að vera markahæstur í sænsku úrvalsdeildinni og já, nú ertu komin að borða við félagi eins og Zlatan sem að voru markahæstir á sínu tíma? Já, ég menna, ef ég með að vera markahæstur síðan þá er nú alveg hans ágætt að vera markahæstur í 2 deildum að 3 þegar maður fór út, það er eitthvað sem ég gæti nú ekki eins og láta mig dreymum
ef ég næ því og held upptænum hætti þá sem maður getur nú verið frekar stoltur af því sem maður gert síðustu 3 ár og en eins og ég segi það náttúrulega bara náttúrulega nummer 1 að vinna deildina og svo bara bónus að vera markaðastur og ef það gerist þá getur maður svona lítið aðeins tilbaka og verið stoltur á sjálfum sér og svo bara stefna herra í framhaldinu af því. Árinni sleppir þá verði ég að spyrja þig rétt svo út í ensku úrvalsdeildina. Þú ert Arsenal-maður og hvernig leist svona tímabilið í að fylgjast með þínum mönnum þar? Það er nú það. Það er alltaf sama sagan af honum Arsene félaga mínum. Hann heldur þéttutunum veskið meðan önnur liðir að spreða öllu sem til í leikmenn, þannig að það má ekki að segja að við séum að styrkjungubeinni droslega mikið núna, þannig að hvað getur maður sagt, ef við ætlum að berjast eitthvað, ef við Arsenal ætlum að berjast eitthvað um titili þá þarf hann að kaupa 2-3 leikmenn og ég sé það ekki gildt í staðan í dag, þannig að ef hann gerir ekkert á leikmannamarkaðinu þá erum við að fara að vera í svona topp 3-4 og hann er bara búin að stimpla Arsenal svolítið sem þannig klúbb og meðan önnur lið eru kannski að sækja herra, hann er sáttur með að komast í meistardeildina og dett út í áttalöðslum á hverju ári. Það er náttúrulega bara, þá spyr maður sig hvort að Wenger sé rétti maðurinn í brúna, hann er kannski svolítið gamaldags, hann er búin að vera hann síðan 96 og uppæðinir hafa best mikið í boltanum með árunum og þannig að ég held að það verði á brattan að sækja Arsenal núna. Þetta er búið að vera mikið barátta 3. og 4. sæti sem Arsenal mun ekkert að sætta sig. Og þú væntanlega heldur það er bikarúrslit næstu helgi á Íslandi, þú væntanlega heldur með IBVF í þeim leik, þar sem þú ert fyrirhundi leikmaður það? Já, sjálfsögðu, maður er að spila múti Völsurum og ég vona IBVF vinni, maður alltaf spila þar og ber taugar þanga, það var náttúrulega helviti sterkt að vinna bikar langt síðan síðast. Það var skemmtilegt að sjá og taka titil þar. Viðar Örn Kjartansson, takk kærlega fyrir að gefa okkur tíma og haltu áfram að ræða mörkum. Ekki máli, ég reyni það. Bestu þakkir. Okay, bye. Já, við heldum okkur áfram í knattspyrnunni því að næstu helgi er náttúrulega í BVF helgihálgjör Laugardalsvellinum en það veislan byrjar á föstudaginn þar sem að Breiðablik IBVF eiga stuð í úrslitaleik Borgunarbikar kvenna þar sem að sáleikur hefst kortir yfir 7 og svo er það Valur IBVF einmitt á laugardeginum klukkan 4 og línuna er aðdáandi IBVF liðsins einn af þeim sem hefur búin að fylgja þeim lengi eftir, hann Ragnar Sigurðarson, hann er næsti viðmælandi og svo ætlum við að fara aðeins í drift, Íslandsmóti í drift er búið og við ætlum að heyra í einum dómara, það er kvenkynsdómari sem heitir Fjóla Dóra Sæmundardóttir hérna frá Selfossi, farið ekki langt. Allt sem tengist íþróttum, sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM.